lag sem við syngjum saman tvö dag eftir dag. Já, komið sælir áhorfendur og velkomin í þáttinn Lífið lag. Eins og vanalega ætlum við að taka fyrir nokkur mál í þessum þætti og ég ætlum meðan að fjalla hérna ferðalög erlendis á vegum félags eldri borgara í Reykjavík og nágrennis og í 67 horninu ræði ég við þekktan Íslending. En ég ætla að byrja hérna þess á málefnum eldri borgara hjá Reykjavíkurborg og hingað til mín í stúdíói komin Þórdís Lóa Þórarinsdóttir. Hún borgarfulltrúi og formaður borgarráðs. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir það. Takk fyrir að taka tíma þinn til að koma hérna og spjalla við mig. Bara skemmtilegt. Mér langar fyrst aðeins að koma að því. Þú hefur reynslu hérna áður fyrir. Þú starfaðir hérna að velferðarmálum fyrir eldri borgara og þekkir svolítið vel til. En nú spyr ég þig, hver staða eldri borgari Reykjavík í dag að þínu mati sé með augum stjórnmálamannsins? Sko, hún hefur breyst mikið. Þegar ég byrjaði að starfa, ég var yfirmaður öldrunarþjónustu Reykjavíkurborgar og hóf þar störf 1997 og var til 2005. Þannig að þá vorum við mjög mikið að svona aðlaga þjónustuna að húsnæðismálum, hjúkrunarmálin voru mjög mikið upp á borðinu og vorum að efla heimaþjónustu og félagsstarf á þessum árum. Í dag hefur orðið gríðarleg breyting. Við erum með mjög stóran hóp aldrara og mér svolítið illa við þessar skilgreiningar sko, því að mér finnst við flæða svolítið yfir aldurstímabili. Já, það eldri borgarar og aldraðir. Já. Þetta eru kannski tvær kynslóðir þarna. Já, sko því að lögin segja 67. Já, þá ertu eldri borgari. Já. Þykkur ellilífeyri. Nákvæmlega. En þessi hópur sem er rauninni svona 65 til alveg til 100 ára, hann hefur gjörbreyst á undanförnum 20 árum. Hann mun hressari. Hann eigna meiri, hann með betri lífeyri heldur en hann var með fyrir 20-30 árum síðan og hann svona veraldrar vanari. En þjónustan þarf að fylgja, hún þarf að fylgja fólki meira heima og þetta var þegar ég að byrja þarna fyrir öllum þessum árum síðan, þá þetta miklu meira stofnana tengt. Og þá voru aðalmálin hjá okkur mitt helsta baráttumál þarna var að hjúkrunarheimili yrðu einbýli. En ekki tvíbýli eða þríbýli, við vorum alveg þar. Það finnst öllum sjálfsagt í dag. Þegar við byggðum nýju hjúkrunarheimili, nýjar þjónustíðibúðir, þá aldrei ætlast þess að neinn annar gisti þar, heldur bara manneskjan sem býðar. Og þetta gjörbreyttur heimur, þannig að það hefur mikið breyst. Tölum aðeins húsnæðismál hérna. Við erum nú að vinna þessa þætti meðal annars í samstarfi við félag eldri borgara í Reykjavík og nágrennis. Þeir eru alltaf að berjast fyrir auknu plási fyrir þennan aldurshóp eldri borgara, enn og aftur eldri borgara, sem eru 67 ára og eldri. Þeir hafa bent mér á meðan hans lóð upp í Mjódd við hliðina á þessum 68 íbúðum sem þeir eru að byggja við Árskóga. Þar lóð sem þeir reyna að hýra auga til, hún á lausu, þeir eru að tala lóðaúthlutun upp að Keldum, gert ráð fyrir byggð fyrir eldri borgara. Getur aðeins veitt okkur svör við þessum bollaleggingum? Já, fyrsta lagi nú mjög spennandi hlutir að gerast í Suður-Mjódd sem eru þarna Árskógarnir. Nú náttúrulega gerir ég ráð fyrir því að þessar íbúðir opni í sumar hjá félagi eldri borgara. Það þarna önnur lóð sem ég veit að þau renna hýru auga til, en sú lóð þegar gefin að vilyrði til búseta. Þannig að sú lóð ekki föl eins og stendur, en það getur breyst, það getur ýmislegt breyst. Keldur eru svona svolítið nýtt á borðinu núna í þessum sérstaka húsnæðishóp sem var stofnaður í kringum kjaramálin af ríkisstjórn og samband íslenskra sveitarfélaga og fleiri, að þar var farið svolítið þvert og vítt og breytt yfir málaflokkin í heild sinni og þar var Keldnalandið sett á borðið aftur. Og við erum núna búin að stofna samninganefnd fyrir hönd Reykjavíkurborgar því að Keldur eru í eigu ríkisins. Þannig að það þarf þá að semja það og mér sýnist vera bara fín vilji til þess. Þannig að við sjáum fyrir okkur að þarna verði öflugt hverfi í framtíðinni og þar sem rísa öflugt hverfi, hvar í borg sem það alltaf gert ráð fyrir eldri borgurum líka. Bæði þá sértækum íbúðum fyrir eldri borgara en líka almennum íbúðum. Og við erum að sjá gríðarlegan mun á samsetningunni á undanförnum ára. Nú eru langflestar íbúðir sem eru nýjar, eru með algildri hönnun, sem þýðir það að í grunninn eru þær allar bara mjög góðar fyrir hvaða aldur sem og hvaða þjónustuþarfi sem þú hefur á því lífstímabili sem þú ert í. Þannig að við erum að sjá miklu fleiri íbúðir opnast sem möguleiki. Og nú að koma nýjar íbúðir upp í Hraunbæ, það svona mjög raunverulegt. Það eru byrjað að setja utan á nýja blokk við hliðina á Hraunbæ 105, auglýstar íbúðir til sölu fyrir 60 ára og eldri. Þannig að það að koma nýtt samfélag þar
Og þetta samfélag, bæði þarna í Suðurmjódd og upp í Hraunbæ, í rauninni að fara á sömu bletti og þegar eru íbúðir. Og að því þú talaðir hvernig þetta var, það svolítið áhugavert að þegar við vorum að byggja Árskóga upprunalega, að þá var mikil, ég fekk mikið í fangi þá sem yfirmaður öldrunarþjónustu býtu, eru þið bara að byggja íbúðir fyrir aldraða á gatnamótum? Það var bæði í Árskóganum, fengum heilmikið þetta í Hraunbænum hérna á gatnamótunum við frá og svo var heilmikil umræðum þegar við fórum og veittum leyfi til að byggja í Mörkinni því það var hérna bara á milli gatna, það voru í rauninni bara, hvað kallast það þegar það er svona umferðareyja. En það er náttúrulega eitt af þessum vinsælum svæðum í dag, allir þessi staðir. Tengdir samgöngunni sko. Já og líka bara þú hefur yfirsýn yfir mannlífið. Þú veist, það er líka það sko. Þetta eru húsnæðismálin og tíminn líður hérna. Ég get bara ekki látið hjá líða Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, aðeins að spyrja út í eitt að margir velta fyrir sér allt í nóttin 23 borgarfulltrúi. Það voru 15. Einu sem var reynt að fjölga þessu og þeim var fækkað aftur, það eru 30 ár síðan. Hvernig virkar þetta? Sumir segja það bara erfiðara að ná í fólk, þetta orðið algjör stofnana flækja? Útskýrðu þetta eins fyrir mér. Sko, þetta er ansi áhugaverð breyting af því að fjölgunin hefur þýtt það. Við erum með stóru málaflokkana, tökum velferðarmálina því við erum að tala um það. Við erum með velferðarsvið, pólitíska ráðið yfir því er velferðarráð. Þarna fara 20 milljarða á ári. Á síðasta kjörtímabili sátu sem pólitískt í velferðarráði annaðhvort borgarfulltrúar eða einhverjir sem flokkarnir treystu. Núna sita bara í þessum pólitísku ráðum borgarfulltrúar eða varaborgarfulltrúar sem þýðir það að pólitíkin er í rauninni nær. Og ég held að þetta sé nú betra svona efnislega. Þannig að þið eru strax farin að þinni sögn farið að merkja góða reynslu. Já, mér finnst það allavega að það er auðveldara að taka ákvarðanir af því að fólk er meira inn í málunum í dag heldur en það kannski var. Akkúrat. Við komumst ekki lengra. Takk fyrir komuna Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi og gangi allt í haginn. Já, eitt af því sem fæst hefur í vöxt á undanförnum árum hjá eldri borgurum, það er að flytja til útlanda allavega hluta af ári og kaupa sér húsnæði. Og ég staddur hérna á Spáni, það er nú einn vinsælasti áfangastæður þeirra sem hafa tekið slíkar ákvarðanir. Og ég er einmitt á svæði Alicante svæðinu og nánar tiltekið Torrevieja. Og eitt af þeim fyrirtæki sem hefur sérhæft sig í þessum málum er Spánarheimili og hérna hjá mér er Bjarni Sigurðsson, framkvæmdastjóri og einn aðaleigandana. Bjarni, þú varst nú aðeins hjá mér í heimsókn í haust líka. Jú. Og það var alltaf full og er það ennþá? Herra, veistu, það er alveg sami gangur, já. Það er engin lát á flutningum fólks til Spánar, hvort það sé til leigu eða kaupa. Þannig að það er alveg sama ásóknin. Hvað er það sem að fær fólk svona einna helst til þess að, nú vorum við að tala um eldri borgara sko, þegar fólk er komið eftir launaaldurinn? Ég held að það sé nú bara nokkrir þættir. Það er þessi þættir snúað framfærslunni. Þú ert náttúrulega að fá miklu meira fyrir peningin hér. Ef við einföldum málið, fyrir 100 krónur ert að fá 300 krónur hér. Það er ekkert annað. Þetta er þreföldun. Og síðan náttúrulega flugsamgöngunar sem eru mjög góðar og þær eru reglulegar á milli Íslands og Alicante. Beint flug og síðan náttúrulega allir þessi innviðir eru svo sterkir hérna á svæðinu. Gott heilbrigðiskerfi, mikið félagslíf í eldri borgurum. Hér er félag Íslendinga sem hefur reglulega hittinga þannig að mikið samfélag Íslendinga hér. Aðeins að koma inn á heilbrigðiskerfið. Jú, fólk er náttúrulega að koma efri ár og þá er orðnar meiri líkur á eitthvað hrjáum mann, þannig er lífið. Jú, þannig er lífið. Hvernig eru þessi spítalamál og önnur svona heilbrigðisþjónusta hérna? Segjum að eitthvað komið fyrir. Sko, hún er mjög góð út og af hverju góð. Hér á svæðinu náttúrulega er sambland af útlendingum og mikið Evrópubúum. Man kallar ofta svæðið svona litla Evrópa. Og þjónustustigið er mjög hátt í heilbrigðiskerfinu. Og þú rauninni sem Íslendingur og eldri borgari sýnir rauninni þitt bláa sjúkratryggingakort. Og ef þú þarft að leita þjónustu hjá heilsugæslu eða spítala þá sýnir rauninni bara þetta kort. Og greiðir ekki neitt komugjald eða neitt fyrir hvað þjónustu þú þarft að þiggja. Og maður heyrir allan Íslendingar hafa góða reynslu af spítalunum. Þannig að það er virkilega gaman að heyra að þjónustan er góð. Hérna á þessu Torrevieja svæði sem þið hefur verið að byggja upp ykkar starfsemi undanfarnum ári, er þetta orðið mjög margir sem búa hérna, Íslendingar?
Já, maður er ekki til svona opinbera tölur hversu margir Íslendingar eru hér á svæðinu, en maður sér það bara á framboði á flugíðinga á svæðið og maður sér það í þessum hittingum þegar fólk að hittast og fara í þessar ferðir sem Íslendingafélagar bjóða upp á. Og það svona verið að tala það að þetta sé alveg svona 3.000 til 5.000 mann sem eru alveg hér, annarkot hlutur ári eða allt ári búsett. Þannig að það lítur að vera eitthvað félagsstarf, einhverju klúbbar og eitthvað sem menn að gera, fyrir utan kannski að spila golf sem nú mjög vinsælt? Já, náttúrulega golfið stórt hérna, náttúrulega Paradís golfarans. Allt sem snýr að útivist, gönguferðir, hjólreiðar, siglingar og svo náttúrulega margir sem sækjast í að vera innan Íslendinga og þá eru 2 Íslendingafélag hér, sérstaklega annað sem heldur uppi reglulegum hittingum, þess að einn daginn kom í golf, hér golfklúbbur Íslendinga, einn daginn fari í félagsvist eða bridge og haldi inn á þorrablót, assatíur og fari alltaf einu mánuði í svona ferðir hérna út fyrir svæðið. Ef við snúum okkur aðeins að megin málinu og það eru fjárfestingar, nú langar mig að kaupa mér húsnæði og hver leiðin í þessu svona, er fólk að gíra sig niður og selja heima og nota mismunni hvernig verðlag og hvernig gengur þetta fyrir svona í stórum dráttum? Já, það mjög algengt svona hjá þessum eldri borgurum að það sé að gíra svolítið niður á Íslandi. Það að selja og minnka við sig. Það að selja húsi sína, stærri íbúðir, fara inn í íbúðir, jafnvel að kaupa sér hér varanlegt heimili. Kannski sumarbúst á Íslandi og dvelja það fyrir Íslandi við sumartíman og vera hér landvöðumlega veturinn. Og nú Spánaheimili hefur íslenskt starfsfólk á sínu stæru, við erum 10 sem vinnum hjá fyrirtækinu og við rauninni tökum fólk af okkur í bómul og fylgjum því gegnum alltaf ferli, bjóðum því að koma hingað í skoðanaferðir. Það sem að starfsmaður frá okkur bara með viðkomandi viðskiptavinni í 5 til 7 daga. Það sem farið í gegnum svæði, það sýnt, það skoðað, það eitthvað að bjóða og það fyrir að sýna það og skoða þær eignir sem falla á þessum munstur og kröfum og óskum sem viðkomandi viðskiptavinn óskar eftir. Og allt ferli sem sýnir að fá spænska kennitölu og opna bankareikning eða sækja lán og allar ráðgjöf tengt því. Þannig að þú ert leiddur í gegnum allt ferlið á okkar starfsfólki hjá Spánaheimili. Á endanum þarf ég bara að skrifa undir og ég þarf sjálfsögðu að borga. Í rauninni, sko. Þú ert bara leiddur í gegnum allt saman, allt ferlið. Og hér líka, hef ég nú kynnt mér áður að fyrirgreiðsla, það eru banki hérna á bankar sem að veita einhver húsnæðislán, það ekki, til kaupa fasteignum? Jú, til útlendinga. Spænski bankar eru að veita hér lán til útlendinga og það eru hérna nokkrir bankar sem að sérhæfa sér rauninni í útlánum til útlendinga sem eru ekki með fasta búsetu hér. Og það er verið að veita lán til útlendinga upp svona 70% lán. Það bara veið í þessi eign sem þú kaupir hér. Það ekki að taka nefnt veið á Íslandi, þú bara tekið veið eignum hér. Og kjörin mismunandi fyrir greiðslugetu viðkomandi og það líka mikið algengt að eldri borgarar eru að taka börnin sín með inn í kaupin og koma inn bara sem erfingjar inn í kaupin strax fyrirfram og þá jafnvel eftir að fá betri kjör, lengri lánstíma. Þannig að þetta er opinn möguleiki. Og þetta hefst allt hvað í Hafnarfirði á skrifstofunni eitthvað þar? Já, við erum skrifstofu Hafnarfirði og skrifstofu á Spáni. Þetta hefst, já, maður segja í Hafnarfirði. Fólk kemur þar í viðtal og fær ágjöf og upplýsingar og svo tekið mótið hér. Og svo erum við öflugt starfsfólk hér úti, meðal annars Hrafnhildur sem var okkar skrifstofustjóri, fyrrverandi útibússtjóri í Spænsku banka, sér allt sem snýr að frágangi og lánamöguleikum og annað. Og þannig að ferlirinn hefst á Íslandi og svo endar það hér. Bjarni Sigurðsson, framkvæmdastjóri Spánarheimilis í Hafnarfirði og Costa Blanca. Gangi ykkur allt í haginn. Takk hérlega fyrir. Já, fyrir í vor þá fjöllum við hérna ferðalög á vegum félags eldri borgara í Reykjavík og nágrennis innanlands og það var Kári Jónasson, hinn gamalreyndi fréttamaður sem sagði frá því. Það komið frá í maí og ég stattur hérna í Stangarhyl í höfuðstöðvum FEB. Gísli Jafetsson, framkvæmdastjóri. Segðu okkur frá, það eru ferðalög framöndan í restina af árinu, erlendis, við ætlum að fjalla þau aðeins. Já, við erum nú að leggja í hann núna eftir nokkra daga til Pétursborgar. Það er árlegt eða ekki? Jú, þetta er 5. ferðin sem við förum þangað og hittum fyrir Pétur Óla Pétursson og hans fólk sem er okkar fararstjóri
Við fljúum til Helsingi og keyrum þaðan til Pétursborgar. Þetta 6 daga ferð, 5 nætur og löngu uppselt í þessa ferð. Ekki alltaf uppselt í þessa ferð? Jú, það má segja það, en það væri hún ekki sett á hverju ári nema út af því. Hvað komast margir með? Við erum með rúmlega 50 núna, 55 í þessari ferð, þannig að þetta er bara eins og stærsta rúta sem við fáum í Rússlandi, sem við nýtum í þetta. Og allt innifalið í svona verð? Gisting? Já, það gisting. Við gistum á glæsilegu hóteli, Hótel Moskó í Pétursborg. Þar erum við alla dagana, keyrum út frá því. Við viljum vera á þessu hóteli, góð aðstæði fyrir rútu. Þar borðum við einhverja kvöldverði, annars erum við að borða bara alla borg og í nágrenni. Þannig að það nánast allt innifalið í þessari ferð. Hvernig verðlagið í St. Petersburg? Það rúblur og rúblan hvað? 1,80, 70-80 og það allt ódýrara, en fólk finnur aldrei fyrir, það veit aldrei verðlagana vegna þess að það þarf raunlega aldrei að taka upp veskið eða kortið. Nei, það allt innifalið. Okkar farþegara, því það allt innifalið. Við leigum sumrun að líða, við ferðum innanlands og nýtum okkar íslenska dásemdasumar með ferðunum eins og nefndir áðan, innanlands. Já. Síðan þegar við fyrir að hausta í október, þá ætlum við að leggja í hann í annað sinn til Færeyja. Við fórum í bráðskemmtilega ferð í fyrra haust, fulla rútu með honum Steinþóri sem keyrir okkur í slíkum ferðum. Við erum búin að setja upp slíka ferð aftur í haust og Þannig að það rúta með Smyrli? Það rúta með Smyrli, Norrænu og við keyrt á Seyðisfjörð? Já, farið borð, siglt, tekin 1 nótt, kvöldvörður, hlaðborð, komið miðjan dag til Færeyja, til Þórshafnar, upp á hótel og þar erum við í 4 daga og kynnumst öllum eyjunum. Svo siglum við tilbaka, njótum þess að erum borð í Smyrli eða Norrænu og svo keyrum við suðurströndina, þannig að þetta líka hringferð Ísland. Þannig að þetta eiginlega viðbótarferð innanlands. Þannig að þið keyrið norður fyrir á leiðinni út á landinu og suðurströndina tilbaka? Á leiðinni tilbaka. Já. Og ég held að þessi ferð, hún á einstaklega góðu verði eins og bara allar okkar ferðir. Það það sem Þarna meira og minna allt innifalið líka í þessari ferð. Og eins og ég segi, þetta líka hringferð Ísland. Og þetta sem sagt Færeyjaferðin. Síðar í haust á plani Spánn, þar sem að við munum hugsanlega að fara, það ekki alveg búið að leggja þetta upp. 2 ferðir til Spánar, þar sem við munum blanda saman golf, dansi og jafnvel zumba. Þannig að þessar ferðir verður auglýstar. Blanda saman golfi og zumba? Já, þannig að annar makinn í golfi og hinn í zumba eða báðir í báðum? Báðir í báðum. Þannig að þetta svona það sem við munum blanda hérna saman. Já. Síðan þegar að svona fyrstu snjókornin fara að falla hérna á Íslandi, þá förum við að halda til gömlu höfuðborgarinnar, Kaupmannahafnar. Og þá eru aðventuferðirnar sem við erum í kringum mánaðamótin nóvember og desember. Já. Þetta eru árlega ferðir, við breyttum aðeins til í fyrra. Byrjuðum með 2 ferðir, fórum í 3 og fórum í 4. Það uppseldi allar ferðir? Uppseldi allar ferðir. Og núna setjum við strax upp 4 ferðir til Kaupmannahafnar. Þar erum við með enn eina nýjung. Við erum að gista á mjög góðu hóteli, Sankti Petri. Sem 5 stjörnu hótel. 5 stjörnu hótel, Íslendingar þekkja. Þar erum við náð einstaklega góðu samningi eða okkar byrgi, hotelbókanir.is. Við það hótel og við erum semst að breyta til, ekki það að eldra hóteli hafi eitthvað verið heldur bara við erum alltaf að bæta í og bæta okkur í því sem við erum að gera. Þetta þá svipuðu verði og í fyrra? Já, ég held að þetta sé innan við hækkanir á gengi, það sem að breytingin Þannig að það bara raunlega engin hækkun. Og verða hvað 4 ferðir í boði? 4 ferðir í boði sem við munum byrja með. Á aðventunni? Já, þannig mánaðamótin nóvember. Hvernig bera félagsmenn í félagi ykkar sig við skráningu þessa ferðir? Það að hafa samband við okkur bara með tölvupósti á feb.is eða í síma 588-2111. Bara hringja í okkur beint. Og ég get bara sagt það að við erum farin að bóka strax í ferðirnar, aðventuferðirnar og það farin að bókast í þar. Og Færeyjaferðin 2/3 eða eitthvað hálf bókað. Þannig að það ekki ránum í tíma sem tekir svona fyrir sumarið? Nei, það ágætt að hugsa þetta hérna meginn, hafa þetta búin að taka þetta frá, taka svo ferðirnir innanlands og fara svo að huga að þessum ferðum erlendis að fyrir að hausta aftur.
Akkúrat Gísli, þannig að ferðahlutin í starfsemi ykkar, hann hefur svona verið að það ekki að bara aukast og þetta náttúrulega stórt félag og allir vilja ferðast, eða ekki? Jú, þetta kannski eins og allt annað, bara í þessum sal, þar sem við erum núna. Það öll starfsemi félagsins, það alltaf aukast, það náttúrulega fjölgun félagsmanna. Það að koma inn yngra fólk, það að koma inn, hvað að segja, aðrar óskir eða kröfur fólks og það eru ferðalög. Já. Að við setjum upp og einhvern veginn höfum við náð, eða ekki einhvern veginn, það úthugsað, skulum við frekar segja, höfum við náð því að ná til okkar félagsmanna að fólk treystir þeim ferðum sem við erum með. Við erum með traust að byrgja með okkur og nýtum þá bara í þaula og með góðum samningum. Það ekki bara það að ná að vinna með, við náum góðum og hagstæðum samningum sem að bara fljóta til okkar félagsmanna. Með hagsmuni ykkar félagsmanna að leiða ljósi. Já, það það sem við erum að gera fyrst og fremst. Já, Gísli Jafetsson, takk hérlega fyrir spjallið. Já, það komið að 67 hornum í okkur í þessum þætti og ég staddur inn í Hafnarfirði á heimili Friðriks Ásmundssonar Brekkan. Hann með reyndari leiðsögumönnum á Íslandi og hefur starfað við þetta í yfir 50 ár. Takk fyrir að taka á móti mér hérna, Friðrik. Verið velkomnir. Hvað segirðu, þú byrjaðir ungur í ferðamennsku, eða svona? Ég fór í sumarstarf 14 ára gamall hjá Ferðaskistofu ríkisins niðri í Gimli og var þar að taka á móti gestum og afgreiða ferðamenn sem voru mjög fáir og ég minni á þeim tíma var ein ferð á viku Gullhringinn á miðvikudögum. Það var safnað í einni rútu sem beið fyrir utan. Og ég man eftir því að eitt skipti kom, það má segja að þar byrjaði kannski ferðamennskan. Það kom hjón frá Kaliforníu og spurðu mig, hægt að fá gönguleiðsögn Reykjavík? Ég sagði augnablik, svo hljóp ég upp til forstjórans og sagði við Þorleif Þórðarsson, þann mæta mann, Þorleifur, það eru hjón hérna niðri sem vilja endilega fá mig í gönguferð. Reykjavík. Já, viljaðu endilega það, sagði hann. Já, þau vilja það, sagði ég. Já, farðu þá. Já. Það unnu fleiri þekktir Íslendingar hérna á skrifstofunni hérna? Já, það var Stefán Einarsson hét einn og svo ýmsir kennarar. Og Vigdís Finnbogadóttir var þarna frönskuguide og fleiri. Já. Snúum okkur að lífið eftir 67 ára aldrei að náði. Breytist það eitthvað hjá þér? Sko, ég á frekar erfitt með svefn vegna sem ég hlakka svo til næsta dags. Ég búinn að hlaða svoleiðis á mig alls konar skemmtilegum hlutum. Þannig að ég bara komin upp fyrir allar aldir og að vinna í ýmsum góðum málum. Já, þannig að þegar þú vaknaðir að í aprílmorgun á síðasta ári, orðin 67 ára, þá bráðir ekkert að vera orðin opinberlega ellilífeyrisþegi. Nei, en ég eiginlega skokkaði hér út í Sundlaug sem 500 metra frá og fekk mér fríkort. Fríkort, já. Já. Hefur þú eitthvað velt fyrir þér stöðu eldri borgara á Íslandi svona? Já, sko, mér finnst, ég kynst í undanfarið að móðir mín var nú á elliheimilinu Grund og faðir minn líka. Og ég sé hvað margir sem hafa ekki neitt komið sér upp tómstundagaman gegnum tíðina og það náttúrulega bagalegt. Menn verða að hafa eitthvað tómstundagaman til þess að lengja svolítið ánægjuna. Já, það getur verið golf, það getur verið ganga og golf, í Fraklandi eru þeir í boccia og eitthvað víða. Bara eitthvað einfalt og félagsskap. Já. Ertu hérna, þú ert náttúrulega útivistarmaður fyrst og síðast eða ekki? Þú ert að fara út allan heim? Jú, ég fer út allt sko þegar kallið kemur sko. Ég er svo slökkviliði, það bara ef síminn hringir þá fer ég til Suður-Ameríku eða ég fer til Túnis eða hvað sem sko, sem guide. Núna á næstunni er ég að fara til Vínlands, Grænlands fyrst, sigla þangað og svo til Vínlands, þannig að Lands og Meadows. Já. Og svo er ég að fara eina hringferð kringum Ísland í júlí viku. Já. Með 84 svíja. Og svo eitthvað út fyrir landsdelina? Svo ætla ég væntanlega að fara til Suður-Ameríku vonandi í
mars á næsta ári. Já. Er það Argentína kannski það? Argentína, Chile, Argentína væntanlega og Buenos Aires og Brasilia. Já. Hugsanlega. Spennandi. Já. Spennandi. Friðrik, það vill svo til að mér áskotnaðist fyrir slysni ljósmynd fyrir mörgum árum. Já. Af þér standandi við hliðin á fyrrum Bandaríkjaforseta Ronald Reagan í garðinum hérna niður á Laufásvegi þar sem að sendiráðið Bandaríkjanna hefur verið áratugaskeið. Hvað var að skeið það? Já, hann kom sko 10 mínútum eftir að síðasta fundinu lauk í Höfða. Þá var ákveðið að hafa móttöku í garðinum. Það var smá kuldi og rok en hann kom, hann var mjög þreytulegur. Hann var búinn að vera á fundi með Gorbachev þarna síðasta fundin sem var svolítið átakafundur. Þetta var á sunnudeginum eða ekki? Þetta var 11. eða 12. ég maður ekki, á október 86. Og hann kom þarna og bara í rauninni að kveðja og þakka starfsfólkinu fyrir og Schultz og sendiherrann og fleiri voru þarna og pressan. Og þetta var mjög fróðleg og svona alþýðlegt augnablik. En það skeði eitthvað henni í garðinum? Þú voru að segja okkur á því? Já, hann sko var þreytulegur og það voru tröppur. Alltaf maðurinn komið vel yfir 70? Já, það voru tröppur, 3 litla tröppur upp í garðinn og hann svona hrasaði pínlítið á tröppunum svo ég greip í hann og lyfti honum upp og þá sagði hann við mig, leit á mig: Þú bjargaði lífi mínu, you saved my life. og létir standa þarna sér við hlið jú. sem var enn og voru hlutverk annara. Akkurat. Er það ekki? Já. Friðrik, ertu bjartsýnn á lífið framöndan? Ég er bjartsýnn á lífið þannig að ég myndi vilja sjá meiri þátttöku, að ég myndi vilja sjá að þeir sem yngri eru í dag leyfi þeim sem hefur verið meiri reynslu að koma inn og hjálpa til. Sko, þá er að vísa ýmislegt sem að sér í stjórnmálunum sem er ekki gáfulegt og ekki byggt á reynslu, heldur bara vegna þess að menn hafa aðgang að fjármagni, sameiginlegum sjóðum, þá er hlutunum redda þannig, án þess að fá inn fólk með reynslu til þess að reyna að ekonomisera svolítið í því sem gert er til dæmis á þingi og í sveitarstjórnum. Já. Þannig að heimurinn er að gerbreytast, við vitum það. Jú. Og þetta eru kynslóðaskipti mjög skorp. En það er alveg rétt að reynslan, hún skapar ákveðin gæði, það liggur fyrir. Já, og líka sko, það eru hundruður, þúsundir Íslendinga á þessum aldri frá 67 upp í 75 áttrætt sem ger alveg 100% í aksjón. Já, og það er ekki að borga um 1,5 milljón á mánuði? Það er ekki að borga um 12 milljónir á mánuði sem sumir með. Friðrik Árnason Brekkan, leiðsögumaður Íslands, ég má kalla það svo. Gangir allt í haginn í framtíðinni, bæði ferðalögum hérlendis og erlendis. Bestu þakkir. Takk fyrir að koma. Lífið er lag sem við syngjum saman tvö, dag eftir dag. Þú og ég í framtíðinni göngum tvö, saman við.